Hvað gerist þegar 18 konur frá ýmsum heimshornum koma saman 3 helgar og búa til tónlist saman? Listin hefur verið rauður þráðurinn sem sameiginlegt tungumál í starfi Sögur kvenna. Þannig hefur við unnið með ritlist, myndlist og leiklist. Sögur kvenna samstarfsverkefni Borgarbókasafnsins og Samtaka kvenna af erlendum uppruna á Íslandi og hefur verið til síðan 2008. Til þess að láta drauminn rætast og tengja tónlistina inn í starfið fengum við tónlistarborgina Reykjavík til liðs við okkur. Það var Sigrún Sævarsdóttir Griffiths sem leiddi smiðjuna og veitti okkur innblástur á alveg magnaðan hátt. Þetta voru alls konar konur, flestar voru ekki með neina reynslu af tónlist. Það var það sem bjó til hennar sameiginlega takt. Þær komu allar úr öllum áttum með löngun til þess að tilheyra, vaxa, skapa og læra á jafningjagrundvelli. Og það tókst svo sannarlega. Ég er viss að þeir töfrar sem eru til eftir að smitast út í samfélagið. Það urðu til ný tengsl og það er akkúrat það sem er markmið Sögur kvenna, að stuðla að vináttu þvert á samfélagið.